Æðar eru leiðslur í líkamanum sem sjá að flytja blóð. Það eru þrenns konar æðar í líkamanum. Frá hjartanu liggja slagæðar, en þær dæla blóðinu áfram. Þetta eru vöðvaríkar æðar sem að draga saman og ýta blóðinu lengra áfram. Þegar við finnum púls, þá erum við að þreifa eftir slagæðunum. Þær minnka og minnka eftir því sem fyrir lengra frá hjartanu og svo fara þeir yfir í mjög grannar æðar sem heita háræðar. Og háræðarnar eru svo grannar að það kemst bara eitt blóðkorn til dæmis í einu og þar fer súrefnið úr blóðinu yfir í líffærin og næringarefnin og úrgangsefni koma tilbaka. Síðan fer blóðið upp aftur til hjartans í gegnum bláæðar. Bláæðarnar eru grannar eins og háræðarnar, en í þeim eru lokur. Þannig að blóðið kemst bara í eina átt. Það kemst aldrei tilbaka því að lokurnar opna þegar blóðið fer upp, en það er lokað þegar það kemur niður aftur. Og það eru í raun vöðvar líkamans sem að ýta blóðinu hérna upp á milli loka. Þess vegna fer okkur að svima og við verðum svona skrítin ef við stöndum alveg grafkyrr og lengi, því þá eru bláæðarnar ekki að virka. Við þurfum aðeins að hreyfa vöðvana. Meðfram bláæðunum eru svo líka svo kallar vessaæðar, en hluti af vökvanum í blóðinu fer tilbaka upp til hjartans í gegnum þær. Það eru líka æðar í plöntum. Þar eru sáldæðar og viðaræðar. Sáldæðarnar flytja sykurlög plöntuna sem plöntur búa til sykur í laufbláðunum við ljóstillífun, og svo kallar viðaræðar sem flytja vatn frá rótunum og upp plöntuna. En það eru ekki allar lífverur með æðar. Til dæmis mosi er ekki með neinar æðar og svona bakteríur og frumdýr og þess háttar svona litlar lífverur er ekki með neinar æðar heldur. Skordýr eru með eitthvað sem við köllum loftæðar. Þau eru ekki með lungu, þannig að loftið kemst inn í og að frumunum í þeim í gegnum svo kallar loftæðar. Svolítið sérkennilegt fyrirbæri.